Já, við fyrir aðeins yfir þetta verkefni. Þá erum við búin að gera verklega hlutan. Við erum búin að svara hérna 10, lægsta tíðni sem við erum að hæsta, cirka 160 Hz og 9000 Hz hjá mér. Og síðan þurfið þið að svo er spurt beðum að mæla þessi hér viðná með ómæli. Þetta mæltum við 120 ohm og þessi 2 hér 120 hvort sig, þannig heildilega 60 hér. Og þá eru ómurinn komin á þau og síðan spennan yfir þetta viðnám og spennan yfir hér og þá vitum við tvennt, þið munið hérna hvernig þetta er U, I-sinum R, þetta er óframálið og vitum við spennuna og viðnámið, þetta fyrir ströyminn, I, deilið viðnámið upp í spennu. Það gerum við bara hér, ströymur í base, það er spennan yfir þetta viðnám þetta, deilt með viðnáminu sjálfu, svona, og það fóð 0,007 ampere eða 0,7 milliampere. Þannig að ströymurinn hérna inn, hérna, er 0,7 milliampere. Og hérna er í kollektorinn, ströymurinn hér í C, hérna niður. Og það er það bara spennan yfir þessi viðnám hérna bæði, það er 6 volt. Og viðnámið í það heila er 60 ohm, þess að helmingur 120, og deilum því upp í. Og þá fóði hérna 0,1 ampere sem rennur hér niður. Þannig að IC er 0,1 ampere. Eða 100 milliampere. 100 milliampere. Þetta er milliampere hérna, ekki volt, milliampere. Og til að finna mögnunina, þá deilið þið strömmunni í base upp í kollektorströmminn. Þannig að segja hvað er hann mörgu sinnum stærri en baseinn, og það er HFE. Deilið þið hérna strömmunni í base, upp í strömmunni kollektor. Svona, 143. Mögnunin, það er straummögnunin í þessu transistor, er 143 og þá er spennan hérna, þið mættu hana líka, upp í spennuna, 0,61 volt. Hérna sem sagt, að milli base og emitter, það hér er 0,61 volt, þá renna hér 0,7 milliampere hér inn, og 0,1 ampere hér niður, það er 0,7 milliampere og hér 100 milliampere. Við spennum það hérna. Svo þið hækkið hann aðeins, þá fer bara meira inn og meira hérna niður. Þannig að spennan hér, hún stýrir fjölda rafeinda inn í baseinn. Þetta er svona grundvallaratriði, eða svona það sem ég vildi að þið myndu svona áttu ykkur á hvernig þetta er. Og hann er í miðju getustíginu og getur magnað í báðar áttir og við stillum hann hérna bara á 90 milliampere hér niður, hann hefði farið að auðvitað upp í 200-300 milliampere og svo niður, þannig að hann er í miðju í sínu getusviði. Og svo er bara hérna stupkettir sem það bara gerir bara sjálf, bara eitthvað dæmi og ekkert mál. Heyrðu, takk fyrir.